Hæ, ég heiti Vilhjálmur Magnússon og er forstöðumaður Fab Lab Hornafjarðar. Í þessu myndbandi ætlum við að skoða forritið Cura en það er til þess að færa þrívíddargögn yfir í þrívíddarprentara, að undirbúa þrívíddarskjöl fyrir þrívíddarprentun. Við ætlum að byrja á því að opna Fusion. Hérna er ég með hlíf á gítar eða gítarpickup. Ég ætla að hægri smella á Bodies á þetta tákn hérna og Save as STL eða vista sem STL. Þá opnast þessi gluggi hérna og við erum að gera binary og við erum að gera hérna hæ, við getum ráðið hérna qualityinu á þar sem vistast út, við ætlum að segja hæ og gerum OK og þá fáum við stað til þess að vista þetta niður. Ég er þegar búinn að vista þetta desktopi hjá mér, síðan loka ég þessu. Þegar við hlöðum niður forritinu þá erum við með settings sem er svona fast print settings. Við höfum ekki marga valmöguleika en ég mæli með því að þið smellið á expert og segið switch to full settings. Þá fáum við fleiri möguleika varðandi stýringar á því sem við erum að gera. Smellum hérna yes. OK. Það eru 3 leiðir til þess að koma skjölunum inn. Við getum farið í file og load model eða smellt á þennan hnapp hérna eða hreinlega bara smellt á skjalið sem við ætlum að prenta út, þrívíddarskjalið og sleppt hérna. OK, þetta kemur inn, ég get notað scrollmúsina eða hjólið á scrollmúsinu til þess að fara út og inn. Ég hægri smelli til þess að snúa mér í vinnufletinum. Eins og sést hérna þá er þessi hlutur hér á hliðinni, það er ekki best að prenta hann út svona. Við skulum snúa honum aðeins, þannig að hann liggi betur og ég ýti á rotate og ég smelli hérna á þessa grænu línu, ég ætla að færa hann hérna um 90 gráður og ég sleppi og ég smelli hérna á borðið til þess að losna úr skipuninni. Ef við viljum stækka formið eða minnka það, þá smellum við hér eins og áðan. Ég get sagt scale hérna og við getum breytt þessum tölugildum hérna. Við þurfum þó að passa það ef við hökum í þennan eða þessi er ekki hakaður, þá getur formið aflagast. Þannig að pössum okkur þegar við erum að stækka að þetta sé annað læst. OK, við getum líka speglað hérna. Ég nota frekar þrívíddarforritið sjálft til þess að spegla, en þetta er möguleiki. Næst ætlum við að skoða á View Mode hérna upp í hægra horninu. Við erum vanalega í Normal Mode þegar við erum að byrja og setjum inn skjölin. Síðan er næsta mót sem heitir Overhang. Ef við erum eitthvað sem hangir svona uppi eins og hérna, þá kemur rautt, hún sýnir rautt. Þannig að þetta er til þess að sjá ef við þurfum einhvers konar stuðning við þrívíddarskjalið eða þrívíddarprentunina. Síðan er transparent, þá getum við séð svona aðeins inni, séð í gegnum veggina. Einnig erum við með X-ray sem er svipað, stundum hentar ágætlega að nota þennan möguleika, gera það ekki í þessu tilviki. Síðan erum við með annan mót sem heitir Layers sem er langt mikilvægasti möguleikin. Hérna getum við séð öll lögin sem við erum í teikningunni sem að þrívíddarprentarinn býr til. Og við getum fært okkur hérna upp og niður í lögunum. Við getum líka smellt hérna niðri og séð bara single layer, þá er þetta bara einn layer í einu sem hún gerir. Svona, ég smell aftur. Það er einnig hér í layer mode að þá getum við séð til dæmis eins og ef við erum með eitthvað stuðning hérna við. Skoðum þessa teikningu hérna. Hérna getur prentarinn ekki prentað í lausu lofti, þannig að okkur vantar stuðning. Ef við förum hérna í support type og við segjum hérna bara stuðningur allstaðar eða stuðningur frá plötunni, þar sem snertir plötuna. Ég útskýri þetta aðeins betur seinna með muninn á þessu tvennu. En nú getum við séð hérna stuðningin sem kemur hérna. Þetta er það sem við munum prenta. Við förum aðeins hérna niður og færum okkur. Sjáum við vel hvernig prentarinn mun gera þetta. Hann byrjar á þunnu lagi, hann byrjar að fara hérna eina línu hérna, svo gerir hann hérna þetta lag, þetta hérna net er stuðningurinn, hérna sikkurum megin. Hún prentar þetta upp, prentar upp stuðningin við hliðina og svo þegar kemur að sjálfu forminu, þá byrjar hún að búa það til. Þetta hérna eru veggirnir, þetta rauða og það sem er inni. Þetta er útvekkurinn og græni er innvekkurinn
og það sem inni svona stuðningsnet, rauninni fyllingin inni í sjálfu þrívíddarskjalinu og ef ég breyti til dæmis fyllingunni hérna í fill density, setjum hana bara í 20 og þá breytist netið hérna. Sjáu þið, hún ennþá að reikna út, það tekur svolítið tíma fyrir hann að reikna út netið sem stuðningsnet inni. Nú kemur það og við sjáum að þetta hérna hefur breyst mjög mikið. Í þessari stillingu þá þetta hluturinn léttari, það minna plast, það bara svona stoðgrind inni. Þá skoðum við næsta hlut sem hérna uppi, en hér smá upplýsingar skjali, hvað það tekur langan tíma að prenta, hvað hluturinn þungur og annað. En varðandi þetta með tímalengdin á prentuninni, þá eru nokkrir þættir sem hafa áhrif á það. Til dæmis þessi þáttur hérna þykktin á layernum, sem sagt hvaða hæð hún gerir í einu. Ég fer hérna niður og við skoðum hérna, þetta væntanlega fyrsti layerinn og við getum breytt þessari tölu og sagt hérna 0,02 og þá hún að rauninni, getum við helminga þennan tíma. Þannig að þessi tala segir mjög mikið. Ef við förum með hana of hátt þá náttúrulega verður prentunin mjög gróf. Shell thickness, ég ætla aðeins að færa hérna upp. Shell thickness þykktin á veggjónum, hvað við getum haft mikið þykkt og við getum ekki farið neitt mikið neðar heldur en 0,4. Það fer náttúrulega eftir því hvaða stútu við erum að nota, minnstu stútunir eru 0,4. Við þurfum líka að skoða hvernig teikningin okkar samsett. Í bottom og top thickness þá getum við þykkt eða tint botnin og toppin á teikningunni. Þetta hérna alveg neðst og svo efst. Í fill density þá rauninni erum við að fylla inn í, hvort við viljum hafa svona stoðgrind eins og hér, ef ég hækka þess hérna uppi, hérna sjáum vel stoðgrindina, við erum með 20% fyllingu, ef við setjum þetta í 100% þá erum við búin að fylla hana alveg, eins og við gerðum fyrir í myndbandinu og það tekur alltaf tíma til að reikna þetta út. Ok, print speed, hérna getum við hægt á eða auki hraðan á prentuninni. Það munar samt ekki svo rosalega miklu upp á hraðan að gera eða tíman sem tekur að prenta. Ef við segjum hérna til dæmis bara 20 speed, þið sjáum að tíminn breytist ekki mikið. Ok, í support þá erum við að velja stuðning sem við þurfum fyrir þrívíddarteikninguna. Ef ég sný svo aðeins hérna, þetta hérna stuðningurinn og það rauninni þegar við erum að prenta í svona hálfgerðu lausu lofti, prentarinn getur ekki farið hérna og sprauta efni á þess að það sé ykkur stuðningur. Það eru nokkrir möguleikar í boði varðandi stuðninginn. Fyrstilega að hafa engan stuðning. Síðan það stuðningur touching build plate. Þá stuðningurinn frá borðinu og upp í hlutinn sem þarf að styðja við. Ef það stuðningur everywhere eða allstaðar, þá getur verið stuðningur inn á sjálfu verkefninu. Eins og það kæmi stuðningur hérna eða væri fleiri hæðir á þessu á milli. Þá stuðningurinn ekki bara frá botnblöndunni, heldur hann getur líka verið frá þrívíddarhlutnum sjálfum. Ok, síðan eru hérna hvaða plattform við ætlum að velja. Ég getum valið brim og þá kemur svona plata hérna sem hann rauninni kemur út frá botnblöndunni og fer upp að. Þetta svona þunnt lag sem heldur við þrívíddarhlutin sem við erum að prenta og svo sjálfur stuðningurinn upp. Raft, að þá bara stuðningur frá botnblöndunni og upp. Eða inn á sjálfu verkefninu. Það ekki í þessu tilviki. Í machine þá þurfum við að skilgreina hvaða stút við erum að nota eða þykktin á stútnum sem við erum að nota. Næst færum við okkur út í sjónarhorninu. Ég smelli hérna á view mode og ég segi normal. Við ætlum núna að vista þetta verkefni á SD-kortið. Ef við erum með SD-kort tengt í tölvuna eða með SD-kort í tölvunni sjálfri, þá bara nóg að smetla á þennan takka og hún vistar það á kortið. Við segjum síðan eject hérna og þá erum við búin að losa kortið frá.
og getum tekið það úr lesaranum. Ef við viljum vista þetta skjal þá getum við hægri smellt á þennan takka og sagt Save G-code. Hér getum við svo séð lokaafurðina prentað út í Ultimaker. Takk fyrir.